Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hjörvar hefur orðið. Forseti biður hljóð í salnum. Virðulegur forseti. Þetta hlýtur að vera einsdæmi í lýðræðisríki. Framsóknarflokkurinn er lagstur í málþóf gegn sínum eigin kosningaloforðum. Fyrir kosningar lofaði flokkurinn í sjónvarpi og heilsíðu auglýsingum í dagblöðum nýrri stjórnarskrá frá sérstöku stjórnlagaþingi, auknum þjóðaratkvæðagreiðslum og jöfnun vægis atkvæða. Nú heldur flokkurinn langloku ræður kvöld eftir kvöld til þess að koma í veg fyrir að þjóðin fái að segja álit sitt á þeirra eigin kosningaloforði. Og hvað sagði Framsóknarflokkurinn slíkt málþóf fyrir síðustu kosningar? Hann fór háðuglegum orðum Sjálfstæðisflokkinn. Hann sagði að Sjálfstæðisflokkurinn stæði í málþófi í stjórnarskrármálinu af því að Sjálfstæðisflokkurinn óttaðist það eins og pestina að fólkið fengi valdið. En hver óttast hvað eins og pestina núna? Er það Framsóknarflokkurinn sem að óttast fólkið og vald þess eins og pestina? Það er sannarlega óvenjulegt að stjórnarandstöðuflokkur svíki kosningaloforð sín, en Framsóknarflokkurinn virðist skipta kúrs í hverju málinu á fætur öðru. Þessu, hann studdi fyrir kosningar aðildarumsókn að Evrópusambandinu. En nú virðist hann vera orðinn fráhverfur því. Hann studdi 20 ára nýtingarsamninga í sjávarútvegi með hóflegu veiðigjaldi en hefur nú ekki bara lagst gegn veiðigjaldsfrumvarpinu, heldur báðum sjávarútvegsfrumvörpunum. Það er kunnugt í lýðræðisríkjum að stjórnarflokkar þurfa að slá af kosningaloforðum sínum til að ná meirihlutasamstarfi. En stjórnarandstöðuflokkur sem að hverfur frá hverju kosningaloforði sínu á fætur öðru, það hlýtur að vera einsdæmi og við hljótum að spyrja formann Framsóknarflokksins hverju þetta sætir og hvort hann sé bara að sníða öll sérkenni af Framsóknarflokknum svo hann passi betur í vasa Sjálfstæðisflokksins að loknum næstu kosningum. Forseti biður hljóð í þingsal. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það er greinilegt að styttist í prófkjöri í Samfylkingunni. Menn koma hér til þess að sýna og sanna hversu góðir samfylkingamenn þeir eru. Og hvað felst í að vera góður samfylkingamaður? Það er að halda upp í svona morfísmálflutningi, er það ekki það sem menn hafa kallað þetta og háttvirtur þingmaður einnig. Fara með eins marga samfylkingarfrasa á eins stuttum tíma eins og mögulegt er, án nokkurrar vísunar til sannleikans, enda er það ekki neitt áhyggjuefni hjá samfylkingamannunum að vísa til sannleikans ef að frasarnir geta hljómað nógu sniðulega, svo sem háttvirtur þingmaður Lúðvík Jósefsson hlæja þeim. Frú forseti, ég bið háttvirtan fyrrverandi þingmann Lúðvík Jósefsson afsökunar. Ég var að vísa til Lúðvíks Geirssonar, háttvirts þingmanns. Frú forseti, háttvirtur þingmaður nefnir það hér að Framsóknarflokkurinn hafi skipt stefnu hvað varðar stjórnarskrármál og heldur hér uppi auglýsingu frá Framsóknarflokknum. Þetta er því miður lýsandi fyrir vanda Samfylkingarinnar sem stjórnmálaflokks. Hún gerir engan greinarmun á því að gera hlutina vel eða gera almennilega. Þær tillögur sem ríkisstjórnin talar fyrir hér í stjórnarskrármálinu eru gjörsamlega í andstöðu við þau vinnubrögð sem Framsóknarflokkurinn boðaði í málinu. Samfylkingamannum er nefnilega alveg sama hvernig hlutirnir eru gerðir. Fyrir samfylkingamannum gengur allt út á frasana, allt út á að þykjast vera talsmenn lýðræðis, en hvað gera þeir þegar þeir hafa raunverulega tækifæri til þess að sýna fram á þessu talsmenn lýðræðis? Þegar þeir geta raunverulega sett mál í dóm þjóðarinnar? Nei, þá má þjóðin ekki koma að málum. Þá ætlar Samfylkingin að hafa vit fyrir þjóðinni. Hvað með til dæmis ASF? Hvað með Evrópusambandið? Ekki má þjóðin segja álit sitt á því á þessu stigi, ekki má hafa samtal við þjóðina Evrópusambandið, en nei, það má setja gjörsamlega óskiljanlega spurningar stjórnarskrána í þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að geta farið með samfylkingarfrasana, til þess að geta komið hér upp og haldið eina samfylkingarræðu og sýnt sig og sanna sem frasasmið, vegna þess að einungis þannig kemst maður upp listan hjá Samfylkingunni og einungis þannig kemst maður þing fyrir Samfylkinguna og því miður er afleiðingin af því sú ríkisstjórn sem við setjum hér uppi með, ríkisstjórn sem hefur ekki gert neitt gagn fyrir Ísland undanfarin 3 ár og valdið meiri skaða en sjálft efnahagshrunið.